En við ætlum að byrja á að ræða nýjar gjalda- og skattahækkanir við þingmennina Lilju Mósesdóttur og Guðmund Steingrímsson og þau eru sest hjá Sigmari. Velkomin. Takk fyrir. Takk. Svo kannski byrja á þér, Guðmundur. Það verður að hækka brennivínið og bensínið. Ertu hrifinn af því að þessi leið sé farin til þess að auka tekjur ríkissjóðs? Nei, ekki hrifinn af því. Og sérstaklega ekki þegar að engar aðrar aðgerðir hafa verið kynntar á sama tíma. Þetta bara svona ein afmörkuð aðgerð og hún hefur þessar hliðaverkanir að hún hækkar höfuðstól lánanna bæði hjá fyrirtækjum og heimilunum eða þau lán sem eru verðtryggð. Hún hækkar reyndar líka verðtryggðar skuldbindingar ríkisins. Þannig að það er umdeilanlegt hvað þetta skilar í raun og veru svona þegar uppi staðið miklu í ríkiskassan. Og þar að við gema gagnrýni bara þetta sem afmarka aðgerð að þá náttúrulega eru bara svona áhöldum hvað almenningur getur borgað mikið núna meira og þá er einkum við hækkunin á bensíninu. En að þessu sögðu þá verður að taka fram að það hafa held ég allir á þingi skilning á því að það þarf að auka tekjur. En ég held að það væri best að fara í þetta verkefni allt saman með einhverja heildarmynd og vegna þess að ég held að íslenska þjóðin sé vel tilbúin að taka á sig einhverja byrðar og það vita allir að það þarf að skera niður ríkisrekstri. En ef menn vita líka að það á að grípa til einhverja aðgerða til að hvetja til neyslu, til að losa höfuðstól lánanna, vegna þess að við erum meira að minna í skuldafangelsi í Íslendingar verðtryggðu og ef það er eitthvað gefið til kynna það eða bara sagt beinum orðum eða gera eitthvað í verðtryggingunni til dæmis, að það eigi eitthvað að gera til þess að fá vextina niður og fjárfestingu inn í landið og skapa atvinnu. Ef þetta er gert allt á sama tíma og af ákveðni og festu og röggsemi, þá held ég að sé auðveldara að sætta sig við það á sama tíma að ríkið reyni eftir þeim leiðum sem að ríkinu eru tiltækar til þess að auka tekjur og skera niður. Já. Af hverju verið að fara nákvæmlega þessa leið? Maður hefur svona séð það víða þetta að fólk er ósátt við þetta vegna þess að það getur illa neita sér til dæmis bensínið og það getur kannski neita sér áfengið og tóbakið og svo hefur þetta þessi áhrif á lánin okkar. Í dag við bara stöndum frammi fyrir þeim vanda að hallinn á ríkissjóði er 170 milljarðar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er okkar lánadrottinn núna, hann gerir kröfu það að við sýnum ábyrgð í ríkisfjármálum og tala jafnframt það að við getum ekki lækkað vexti hérna fyrir að ríkisstjórnin er komin með einhverja áætlun hvernig hún ætlar að ná niður þessum halla. Og með þessari aðgerð sem við fórum út í gær að hækka verð á bensíni og áfengi að þá erum við í raun og veru að sýna það að við ætlum að taka á þessum halla núna strax og að það sé þá vísbending til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að við séum að gera það sem hann ætlast til af okkur og að við vonumst jafnframt til þess að það verði hægt að lækka vexti eitthvað við næstu vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands. En er þetta ekki svolítið bagaleg þessi tenging við verðbólguna og vísitöluna sem að hækka lánin? Jú, hún er mjög erfið og við búum í landi þar sem er verðtrygging þannig að það er næstu því sama hvað við hækkum. Það leiðir alltaf til hækkunar á þeim liðum í útgjöldum heimilana sem eru verðtryggð. Þetta leiðir líka til hækkunar á ýmsum bótaflokkum. Það eru meðal annars lífeyrisþegar sem að fá bætur og þeir eiga þá að fá hærri bætur á móti þessari verðlagshækkun. Þegar við samþykktum þessar hækkanir í gærkvöldi að þá lá ekki alveg nógu skýrt fyrir hvaða óbein áhrif þessar hækkanir myndu hafa fyrir ríkissjóð. Það var kynnt þarna að þessar hækkanir myndu auka tekjur ríkissjóðs 4,7 milljarða á ársgrundvelli en það vantaði mat á hvað þessi verðlagsáhrif myndi þýða fyrir verðtryggðar bætur ríkisins og dæmi verðtryggðar bætur er persónuafsláttur og vaxtabætur og ég ákvað að greiða ekki atkvæði með þessum hækkunum fyrir ég væri búin að fá upplýsingar það frá fjármálaráðuneytinu hvaða heildaráhrif yrðu af þessari hækkun á áfengi og bensíni.
Og þetta að hækka lánin, að mér skilst, ef þú ert með 20 milljón krónar lán, þá þetta hækkun upp á 200.000 krónur á verðtryggðu láni. Það býsna mikið. Á höfuðstól verðtryggðu láni. Það voðalega auðvelt að vera í stjórnarandstöðunni og gagnrýna og segja að það á ekki að gera þetta svona og gera þetta einhvern veginn hinsegin. En vantar ekki svolítið upp á það að menn komið þá með einhverjar lausnir vegna þess að eins og Lilja að segja, það í raun og veru sama hvar við berum niður. Allar hækkanir, hvort sem það á gjöldum eða sköttum, það hafa oftar en ekki áhrif á verðbólguna. Já, þess vegna hefur nú Framsóknarflokkurinn verið að tala mikið það að það þarf að losna út úr þessum vítahring, að við búum í ákaflega sérstakar aðstæður í Íslendingar að lánin okkar hækka í kreppu og góðæri og það er alveg sama hvað er gert og þess að það er auðvitað stóri vandinn sem blasir við hérna, að það er ekki hægt að fara í hækkanir á gjöldum, hérna þótt að það séu á svona ekki nauðsynjavörum eins og tóbaki á þess að hækka höfuðstól allra lána Íslendinga og í þess tilvikum 8 milljarða á heimilunum og annað eins á fyrirtækin, þannig að það komið svona 16 milljarða og ég held að skuldbindningar ríkisins, það eru nefndar hérna tilfærslunar, bótakerfið, persónuafslátturinn er 100 milljarðar held ég, þannig að það eru 500 milljónir sem að hækkar á ríkið og svo er svona eins og, ýmsar verðtryggðar skuldbindningar eins og skuldabréf ríkisins inn í Seðlabankann upp á 250 milljarðar sem hækkar við þetta. En það sannast þegar sama kemur, svona bara lauslega áætlað er þetta þá einhverjir 2,53 milljarðar sem að þetta hækkar á ríkið. Það er svona 2 milljarðar, þannig að ríkið er að fá í nettótekjur af þessari hækkun rúma 2 milljarða. Þetta er búið að taka til óbeinna hækkana. Hækkar skuldbindingar eða höfuðstóla á bæði skuldbindingum heimila og fyrirtækja og ríkisins og þannig að það er bara eitthvað sem var ekki tekið með í reikningin þegar málið var sett fram á þinginu í gær og það var ákveðið afrek stjórnarandstöðunar að benda á þetta og vona í framtíðinni eins og Lilja hefur verið að benda á að þá verði hlutirnir settir þannig fram á Alþingi að það verði gerður greinarmunur á brúttó og netto og menn sjá hvað hlutirnir kosta. En einu hjó ég eftir í máli Lilju að það var einmitt látið í ljós í umræðinni í gær af hálfu margra stjórnarandstæðinga, sú grunnsemd, að þetta væri einmitt svona eins konar, þessi aðgerð núna væri svona eins konar bein sem væri verið að kasta fyrir varðhunda Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að noti svona frekar dramatíska líkingu. Að þetta væri svona Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komið til landsins, það er ekki verið að gera nóg, það er engin heildar stefna í því hvernig á að skera niður eða koma hagkerfinu á stað eða neitt, að þá er svona farið í þetta í einhverjum flýti. Það var grunnsemdin og mér fannst svona eins og þú lýstir þessu áðan, Lilja, að það hefði verið ferill málsins. Hér væri Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kominn og hann biður eitthvað og það er ekki neitt að gerast. Það er ekki alveg rétt. Ríkisstjórnin er náttúrulega nýbúin að taka við og það tekur náttúrulega smá tíma að skoða ríkisfjármálin og hvað sé best að hækka. Þessi flokkar eru nú búin að stjórna í nokkra mánuði. Já, og en þetta var minnihluta stjórn og kannski líka önnur brýnni mál sem þurfti að fara í og tók tíma hennar. Núna og þessar ákvarðanir hvað er hægt að skera niður í ríkisfjármálum voru í raun og veru látnar bíða þar til að komin var hér á meirihlutastjórn og þetta er eitt af fyrstu verkefnum hennar síðan kemur þá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hingað í heimsókn meðal annars vegna þess að nú ný ríkisstjórn að taka við sem er með meirihluta. En það eru margir sem eru með aðrar væntingar er það ekki til vinstri stjórnar að aðgerðirnar séu ekki svona sársaukafullar fyrir heimilin. Og þetta er bara fyrsta skrefið, er það ekki? Jú, þetta er bara fyrsta skrefið og þetta er í raun og veru einu aðgerðirnar sem að við getum gripið til akkúrat hér og nú á miðju fjárlaga ári. Það er vandamáli. Að það er að hækka álögur ríkisins. Við höfum alltaf talað um það að það þyrfti að jafna kjör í landinu, samhliða því sem við förum að skera niður hjá ríkinu, þess að koma til móts við lánadrottna eða bara Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og það er ekki hægt að gera nema áramót. Þá er hægt að setja inn einhverja tekjuskattsbreytingar og aðrar álögur sem er þá liður í því að jafna betur tekjunum og líka vinnunni því að til dæmis hátekjuskatt því að það er aðeins minni hvati til þess að vinna yfirvinnu og það er að lenda meiri vinna fyrir fólki. En allt þetta sem þið eruð að segja, það er
í raun og veru bara að undirstrika að það verður ekkert farið út í einhverja skuldalækkun eða skuldaleiðréttingu svo þið í raun og veru bæði hafið talað fyrir. Samstarfsyfirlýsing stjórnarflokkana opnar á að það verði farið í einhverja leiðréttingu ef að könnun Seðlabankans á greiðslubyrði og skuldastöðu heimilana leiðir í ljós að stór hluti heimila í erfiðleikum með að greiða af lánunum. Það náttúrulega borgast ekki fyrir ríkið að keyra stóra hluta heimila í þrot. Því að það þýðir þá að lánin í heild sinni falla á ríkið í stað þess að þá grípa inn í áður en það gerist og niðurgreiða að einhverju leyti eða frysta hluta af höfuðstól fasteignalána. Ég held að stóra verkefni í samfélaginu að koma neyslu aftur á stað og ég ekki að meina neina góðæris neyslu, ég bara meina það að fólk geti farið að versla í búðum og svoleiðis, þannig að það atvinnuleysi mikið. Og þar líka hefur í falli á neyslu hefur ríkissjóður orðið af mjög miklum tekjum og það þetta litla svigrúm sem í samfélaginu út af vaxandi höfuðstóli þannig að sem að gera það að verkum að það ekki neysla, það ekki fjárfestingar og síðan vaxtastigið þannig að það enga framkvæmdir og svo eru gjaldeyrishöftin þannig að það kemur ekki erlent fjármagn inn í landið og þannig að þetta allt saman verkefni sem að ríkisstjórnin verður að fara í að miklu meiri röggsemi, það vantar ekki gagnrýnisraddirnar, það vantar ekki hugmyndirnar. Það má eiginlega segja að þessi aðgerð, þessar hækkanir hafi eigi að verða til þess að það skapist til grundvöllur á verulegri vaxtalækkun og það þarf verulega vaxtalækkun til þess að hjóla atvinnulífsins fari í gang, vextir eins og Keynes benti okkur á, hafa áhrif á væntingar atvinnulífsins og þær eru núna í dag mjög neikvæðar. Og verulega vaxtalækkun, já ég veit það, en þetta eitt aðaltæki sem við höfum í kreppu. Hér hækka verðbólga sem aftur seinkar vaxtalækkunum væntanlega? Já, verðbólgan hefur verið á niðurleið. Hún var hér 20% í byrjun árs og komin yfir í 11 árs. Þetta náttúrulega tefur niðurferðina. Já, þetta kannski dregur úr lækkunarinnar en við erum á mikilli niðurleið. Hún hefur helmingast frá áramótum þannig að þetta er kannski besti tíminn til þess að fara út í einhverja svona auknar álegur núna. Besti tími núna miðað við hvað var það verðbólgu miðað við í byrjun árs þegar verðbólga var hér á ársgrundvöllum 20%, hún er ekki nema 11% núna. En það er alveg rétt að ég vænti þess að ríkisstjórnin muni koma með áætlun það hvernig skuldabyrðinni og lífskjörum hér verður jafnað þannig að sem flestir geti haldið vinnu og húsnæði. Við vorum að meðal 10 ríkustu þjóða heims í upphafi kreppunnar og hér var atvinnuþátttaka mest í Evrópu og við stöndum miklu betra vígi heldur en flest lönd sem hafa farið í gegnum fjármálakreppu af þessum ástæðum og þetta er bara spurning að dreifa velferðinni eða koma hér á velferðinni með því að dreifa vinnu og gæðum landsins. En ef maður má aðeins tala út frá viðbrögðunum sem að þetta hefur vakið hjá fólki mörgum, maður sér þetta inn á bloggi og netmiðlum og annað, það er hiti fólki út af þessu. Samt er þetta svona í raun og veru bara byrjunin á því sem að koma skal held ég að allir séu sammála. Hvernig verður þá ástandið hérna þegar að lengra verður haldið? Mér finnst mjög hvert er langlundar geð fólks gagnvart? Ég ætla að endurtaka það að ég held að Íslendingar viti vel að það er erfið staða og það er búið að segja Íslendingu það og það fer ekki fram hjá neinum að það er erfið staða. En það er búið að reyna mjög á langlundar geð Íslendinga núna undanfarnir mánuðum í biðinni eftir því að menn komi með eitthvað svona raunhæfar stærri aðgerðir. Og meðan jafnvel hugmyndum niðurfellingu skulda upp á þessu marki út af forsendubresti á lánamarkaði sem myndi létta mjög undir almennt með almenningi og koma af stað neyslu og fjárfestingum, meðan þeim hefur ekki verið mætt að skilningi, þeim tillögum fjölmargra hópa og meðan vextirnir fari ekki niður og svoleiðis að þá og meðan það kemur ekki rétt heildarpakki á niðurskurði ríkisútgjalda að þá náttúrulega leggst eitthvað svona aðgerð náttúrulega bara þvert í fólk. Ég mótmæli því algjörlega þegar út að tala það að það hefði ekkert verið gert. Í fyrsta lagi þá er halli upp á 170 milljarða, það er aðgerð í sjálfu sér. Hvað var það þessa hluti? Hún þýðir að það er verið að verja störf í velferðarkerfinu
og líka kjör fólks. Síðan hefur tekin ákvörðun það að halda áfram byggingu tónlistarhússins sem að þýðir mörg hundruð störf fyrir iðnaðarmenn. Er það ekki útgjöld ríkisins? Og jú, þú ert að tala um að það sé ekkert verið að gera til að koma atvinnulífinu af stað. Ég er að nefna 2 dæmi og síðan á að fara í það að byggja Landspítalann sem annað dæmi til þess að tryggja þá vinnu fyrir marga atvinnulausa verkamenn og iðnaðarmenn sem dæmi. En hvað með hug fólks ef að það bregst svona við þessu litla skrefi núna? Hvernig verður þolinmæði fólks þegar að menn fara í stóra pakkan í fjárlagagerð? Já, ég held að íslenska þjóðin sé ekki alveg búin að átta sig á því hvað gerðist í október og hversu mikið hrun varð í raun og veru. Og það kannski vegna þess að við fengum víxil hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við fengum allra þjóða sem að sjóðurinn hefur lánað að vera með halla upp á 12% af verklandsframleiðslu. Þetta algjörlega óþekkt og örugglega ástæðan fyrir því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svona mikið að krefja okkur aðgerðir í ríkisfjármálum. En verður ekki allt vitlaust þegar menn fara að einhverju alvöru á staði þess að sásökunarfullar aðgerðir vegna þess að þær eru allar að byrja? Já, það verður allt vitlaust vegna þess að við erum ekkert byrjuð að jafna kjörin í landinu. Ójöfnur jókst meira hér á landi á útrásartímabilinu heldur en varð í nokkru öðru Evrópulandi. Og síðan í hruninu að þá tryggðu þáverandi stjórnvöld, fjármagnseigendum fullan aðgang að sínum innistæðum. Og það hefur engin sambærileg aðgerð hefur verið gerð fyrir skuldarana. Ég held að stóra áfallið sem var í bankahruninu og almenningur átt að segja á, en ríkisvaldið er ekki átt að segja á, að hinn stóra millistétt í landinu bara stopp. Og það er ekkert verið að gera til að koma henni aftur á stað, en þess að hún verður að draga vagnin í atvinnulífinu, í neyslu og fjárfestingum og framkvæmdum. Já, við skulum sjá hvernig fer. Við höfum eftir að fylgjast að sjálfsögðu með þessu og öðru hér og það verður nóg að tala næstu vikurnar. Já, ég verður reglulega hérna. Takk kærlega fyrir komuna.